Vel á annað 100 börn í fóstri á heimilum sem ekki hafa tilskilin leyfi. Forstjóri Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála segir hægt að bæta þjónustu við börnin til muna. Margir sem mistu heimili sín í jarðskjálftunum í Venesúela hafast við í tjöldum við rústir húsa sinna. Þeir lifa í þeirri von að ástunir þeirra finnist svo hægt verða að jarða þá. 100 vinnuvélar sem keyptar í kínverskum netverslunum og fluttar hingað til lands standast ekki öryggiskröfur að mati vinnueftirlitsins. Hópur manna segist beittur ólögmætum viðskiptahindrunum. Grænlendingar mótmæltu í gær áformum bandarísks fyrirtækis olíuboranir við austurströnd landsins. Sveitarstjórnarmaður segir að Grænland verði ekki bensínstöð fyrir Bandaríkin. Fiðraðir frændur sem starfa í dýraríkinu njóta hylli þrátt fyrir hrekki, sóðaskap og kvenfyrirlitningu. Þeir eiga marga aðdáendur og hafa komið nokkuð víða við í atvinnulífinu. Gott kvöld, við erum fyrr á ferðinni í kvöld vegna undanúrslitaleiks á HM í fótbolta sem hefst núna klukkan 7. En tæpur helmingur fósturheimila hefur ekki til þess tilskilin leyfi frá Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála. Við úttekt stofnunarinnar kom í ljós að samræmt verklag skorti við eftirlit og samtöl við fósturbörnin. Eftir Bakkakotsmálið réðst Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarþjónustu í úttekt á heimilum þar sem barnaverndarþjónustur sveitarfélagana hafa komið börnum í fóstur. Það reyndust 436 börn vera í fóstri á 290 heimilum. Tæplega helmingur heimilina hafði ekki tilskilið fósturleyfi. Það sem breyttist 2022 var að fósturforeldraleyfin urðu tímabundin til 5 ára og þess vegna þurftu fósturforeldrar sem voru ennþá með börn í vistun hjá sér að endurnýja leyfin og við gáum út frest til ársins 2024. Stofnunin hefur ekki skrá yfir heimilið þar sem börn eru í fóstri. Það var á könnu barnaverndarþjónustu að koma upplýsingum til fósturheimila að þau þyrftu að endurnýja leyfin. Þetta er þó ekki eina ástæðan fyrir leyfislausu fóstri. Í einhverjum tilfellum þá virðist vera sem að sveitarfélögin eða barnaverndarþjónusturnar visti börn í fóstri hjá fjölskyldum sem ekki komin með leyfi. Úttektin gaf líka til kynna að eftirliti væri ábótavant. Heimsóknir eiga að vera minnst einu sinni á ári. Aðeins helmingur barnaverndarþjónustu taldi sig uppfylla lágmarkskröfur. Börnin sum hver töluðu það, þau upplifðu það, þau vissi ekki að það ættu rétt á þessum eftirlitsheimsóknum. Önnur treystu sér ekki til að tala vegna þess að þau treystu ekki starfsmanninum sem kom. Og mörg hver upplifðu að barnaverndarþjónusturnar, rétt eða röngu, væru frekar að draga taum fósturforeldrana. Herdi segir barnaverndarþjónustur fúsar til að gera úrbætur svo sem að efla mönnun eða bæta skráningu. Þá sýni úttektin skort á samræmdu verklagi. Og með bara samræmdu skriflegu verklagi til dæmis hvað á að spyrja barnum út frá aldri og þroska. Þú ert að spyrja barn í fóstri aðbúnað og líðan þess, hvernig aðferð má að beita. Ef að þú ert með gott verklag og leiðbeiningar þarum, þá hægt að bæta þjónustuna mikið við börnin. Þúsundir sem mistu heimili sín í jarðskjálftunum í Venesúela hafast enn við í tjöldum. Sendifulltrúi Rauða krossins segir nálykt í loftinu og þeim svæðum þar sem hamfarirnar voru verstar. Yfir 4.400 manns fórust þegar 2 öflugir jarðskjálftar skóku Venesúela í júní. Sameinuðu þjóðirnar áætla að 50.000 sé saknað. So it's 2 weeks after the earthquake and members are still camping out of their own houses, waiting for their family members to be found. If in this case they're aware that they won't be found alive, but at least to be able to have a dignified burial. Karla fór til Venesúela í byrjun mánaðar á vegum Rauða krossins á Íslandi. Hún vinnur að skipulagningu aðgerða Rauða krosshreyfingarinnar á hamfarasvæðunum. Í störfum sínum hefur hún farið til borgarinnar La Guaira sem varð verst úti. Hún segir erfitt að lýsa því sem þar ber fyrir augu. Especially because of the emotional impact. I think when you're seeing a building that has fallen, your brain can wrap that around.
But when you're seeing, when you suddenly understand that that isn't just like a one-store building, it's a 10-store building that has come to dust, that's the impact. And especially when you're seeing family members standing around the building waiting. And especially, there are many areas where the smell is quite intense because of decomposition. So that's also something that's very impactful because again, through an image you can see it, but when it's other feelings, it's very impactful. Fyrstu 2 vikurnar var mest áhersla hjálparstofnana lögð á leit og björgun. Nú það að gera líf fólk sem misti heimilin sín sem bærilegast, svo sem með því að útvega mat og hreinlætisvörur. Mikil þörf fyrir andlegan stuðning. A lot of people were going from the initial shock of not understanding what happened, to slowly understanding what has happened, and a lot of them being angry, being sad, because the Venezuelan community is a community that has already been through a lot of things. So this adds on to everything, all the suffering that people have been going through. Bandaríkjamenn gerðu fjölda árása á Íran í nótt og hafa ákveðið að setja þar hafnbann að nýju. Bann við siglingum íranskra skipa til og frá höfnum landsins á að taka gildi í kvöld. Þá ætlar Donald Trump Bandaríkjaforseti einnig að taka yfir stjórn á Hormúsundi. Íranar réðust á 3 flutningaskip þar í morgun en þeir hafa einnig haldið áfram árásum á bandarískar herstöðvar við Persaflóa. Íbúar í Teheran óttast áhrif hafnbannsins á efnahag landsins. طبیعتاً خب جای نگرانی داره و واقعاً روی اقتصاد کشور تاثیر خیلی منفی داره این قضیه محاصره که ما نتونیم حالا نفت بفروشیم، نتونیم چیزی وارد کنیم، بحث تجارت. اگه ما هم بتونیم که این تنگه رو مدیریت کنیم، یک لحظه از جهت میهن پرستانه به نفع ماست و میتونیم یکم این زورگویی آمریکا رو واقعا کم. Innflutningur á vinnuvélum og tækjum frá löndum utan evrópska efnahagssvæðisins hefur aukist mikið en þau standast síðan ekki öryggiskröfur að mati vinnueftirlitsins. Hópur manna segist hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna ólögmætra afskipta vinnueftirlitsins af innflutningnum. Frá nóvember þegar þetta byrjaði að þá eru svona 350 mál sem hafa verið skráð hjá okkur þar sem við höfum óskað eftir frekari gögnum. En af þeim málum eru svona cirka 40 þar sem við höfum þurft að fara í nánari skoðun og við höfum bannað markaðssetningu í 17 þeirra. Málin 17 tengjast innflutningi á fjölda vinnuvéla sem flestar voru keyptar á kínverska sölutorkinu AliExpress. Til þess að innflutningur sé heimilaður þurfa vinnuvélar að vera CE-merktar, uppfylla samevrópskar kröfur öryggi og gæði. Þarna verið að tryggja öryggi stjórnandans og þeirra sem að koma til með að vinna í kringum vélarnar. Þess vegna höfum við lagt mikla áherslu á að þessar reglur séu í gildi og það engar undanþágur frá þeim. Hérlendis getur 2 tonna CE-merkt beltagrafa kostað allt frá tæpum 5 milljónum með virðisaukaskatti. Á AliExpress má sjá vinnuvélar og landbúnaðartæki auglýst á verði sem brot af því. Flestir kaupa vélarnar í góðri trú en langan tíma getur tekið að fá nauðsynleg gögn frá framleiðendum. Við höfum verið að fá gögn í hendurnar sem að líta ágætlega út en þegar það verið að skoða nánar þá hafa þau verið röng eða ófullnægjandi og jafnvel áttu við aðra vélar en það er vélar sem að koma svo hingað til landsins. Kaupendur hafa því margir setið eftir með sárt ennið. Ein kæra hefur borist félags- og húsnæðismálaráðuneytinu vegna ákvarðana vinnueftirlitsins. Það þarf að kynna sér máli vel og þá ekki hvað síst hvort að viðkomandi vinnuvélega tæki sé með CE-merkingu og jafnframt þá líka að kanna hvort að framleiðandi geti ekki framvísa viðeigandi gögnum sem þá eru sýna fram á að vélin uppfylli kröfurnar. Kaupendur geta reikna með að þurfa sjálfir að standa undir kostnaði við förgun véla sem ekki uppfylla öryggiskröfur að mati vinnueftirlitsins. En 4 fullir gámar af vinnuvélum voru sendir úr landi nýlega á kostnað innflytjanda. Lögmaður hóps manna sem hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna þessa gerir alvarlegar athugasemdir við vinnubrögðin í bréfi til vinnueftirlitsins. Reglugerðin öryggiskröfur sé fallin úr gildi og vinnueftirlitinu sé skylt að gefa þeim sem flytur inn vél tækifæri til að breyta henni svo hún uppfylli öryggisskilyrði.
Boðað var til mótmæla víðsvegar Grænland í gær vegna áforma bandarísks fyrirtækis olíuboranir. Fyrirætlanirnar hafa verið settar í samhengi við yfirlýsingar Trumps að taka yfir landið. Greenland is not for sale. Greenland's nature is not for sale. Andstaða komin upp á Grænlandi við fyrirætlanir bandaríska olíufyrirtækisins Greenland Energy Company að bora eftir olíu við bæinn Ittoqqortoormiit. Fyrirtækið fékk leyfi grænlenskra yfirvalda til rannsókna og nýtingar á olíu 2014. 7 árum síðar hættu grænlendingar að gefa slík leyfi út. Íbúar Ittoqqortoormiit voru í upphafi jákvæðir fyrir áformum bandaríska fyrirtækisins. Það breyttist eftir að þeim fór að finnast forsvarsmenn sína yfirgang. Vi meget bekymrede over de amerikanske virksomheder, hvad de gerne vil i Grønland, fordi det vi har hørt, det handler om national og international sikkerhed, men det vi ser, det store virksomheder, som leder efter mineraler, olie og andre værdifulde i vores undergrund. Bæjaryfirvöld hafa tengt áformin við ítrekuð ummæli Bandaríkjaforseta að taka yfir stjórn Grænlands. Formaður sveitarstjórnar Ittoqqortoormiit, Hans Brølund, sagði í viðtali við danska ríkisútvarpið: "Við erum ekki bensínstöð Bandaríkjanna, við erum grænlendingar." Der var flere budskaber. Først og fremmest, at vi selvfølgelig lytter til alle dem, der har en bekymring omkring det her projekt. Det næste budskab at vi følger al gældende lovgivning i Grønland. Vi har en meget, meget striks råstoflovgivning. Det selvfølgelig noget, vi vil følge. Og så lovede jeg dem selvfølgelig, at vi vil lave, så frem der bliver noget konkret, mere konkret om det her projekt at snakke om, at vi vil selvfølgelig lave massiv inddragelse for de relevante, specielt for borgerne i Ittoqqortoormiit. Aftur hingað heim. Engar upplýsingar liggja fyrir hvort fylgni sé á milli fjölda ófaglærðra í byggingariðnaði og fjölda galla í nýbyggingum. Teymistjóri hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun bindur vonir við að breytt byggingareftirlit bæti úr því. Formaður Byggiðnarfélags byggingamanna sagði Kvöldfréttum sjónvarps í gær að brögð væri að því að ófaglærðir væru ráðnir í stað faglærðra iðnaðarmanna í byggingariðnaði og því fylgdu meðal annars fleiri gallar í byggingum. Við höfum engin tölugögn yfir það hvert hlutfalli en auðvitað ef þróunin að vera svo að faglærðum að fækka þá auðvitað deilum við áhyggjum af því. Jörundur segir að tillögum HMS breytt byggingareftirlit sem birtust í lok síðasta mánaðar sem meðal annars ætlaði að safna gögnum sem gætu sýnt fram á slíkt samhengi. Í nýja fyrirkomulaginu færist byggingareftirlit frá byggingarfulltrúum til óháðra skoðanastofa sem starfa í umboði HMS. Þannig ég held að sé augljóst mála ef að það verði aukning á því að ófaglærðir fara sinna störfum sem faglærðir eiga að sinna. Þá að minnsta kosti verður þeim mikilvægara fyrir þá sem standa fyrir verkunum að sinna mjög öflugu eftirliti með þeim verkum sem raunin. Og þetta eitt af því sem þið vonist til þess að þetta nýja fyrirkomulag skili? Já, það ætlunin. Frakkar fögnuðu þjóðhátíðardegi sínum í dag og héldu af því tilefni stóra hersýningu. Stuðningur landsins við Úkraínu í innrásarstríði Rússa var í forgrunni. Engu var til sparað við hersýningu í miðborg Parísar í dag. Aldrei hefur verið haldin eins stór hersýning á þjóðhátíðardegi Frakka. Yfir 70.000 hermenn tóku þátt. Fjöldi þjóðarleiðtoga fagnaði deginum með Frakklandsforseta og Úkraínuforseti var heiðursgestur. Þarna voru einnig herþotur og 500 hermenn frá ríkjum í bandalagi hinna viljugu. Það eru ríki sem hafa tekið sig saman að styðja Úkraínu í stríðinu gegn Rússum. C'est formidable, oui. Je suis venu dans le temps, mais il y a 50 ans de ça. Mais là, il n'y avait pas l'aviation, il n'y avait rien du tout. À ce point-là, mais là, c'est sans sas, c'est impeccable. Alors, je suis de Nice et dès que je pouvais y aller, j'y allais. J'aime beaucoup cette ambiance et ce côté émouvant et représentatif des uniformes. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, on est en vacances sur Paris, donc c'était l'occasion. Íbúar í Nice minntust í dag þeirra sem voru drepnir í hryðjuverka árás í borginni þennan dag fyrir 10 árum. Þá ók maður flutningabílinn í mannþröng og drap 86 og særði 400 áður en lögregla skaut hann til bana. Íslamska ríkið lýsti yfir ábyrgð á árásinni. Út í allt aðra sálma.
Starfsmannahópurinn í dýraríkinu líklega fjölbreyttari en gengur og gerist. 2 eru fiðraðir og hrekkjóttir og annar þeir veikur fyrir myndarlegum karlmönnum. Þeir eiga stóran aðdáendahóp en hafa ekki látið velgengnina stíga sér til höfuðs. Þessir hérna, þetta eru vinsælustu starfsmennirnir held ég. Og í hverju felast svona þeirra daglegu störf? Það nú aðalega að rusla svolítið til og stríða viðskiptavinunum og spjalla við viðskiptavinni. Þessi 2 eiga fjölmarga vini sem að koma hér reglulega og tala við á. Þetta eru Hroði og Logi, frændur og uppeldisbræður báðir 8 ára og Hroði af sögn eigandans heldur frakkari. Hann hrekkjusvín. Hroði, hann gengur í manngreinaálit. Ef það eru karlmenn sem að Hroða finnst myndarlegir, þá sér hann ekki konur og glefsar í þær ef þær eru nálægt. Logi blíður og snjall, segir Þórarinn, en reyndar stóð aldrei til að hann yrði heimilisfastur hjá honum. En ég bara tímdi ekki að selja Loga. Hann einhvern veginn stal svo stórum hlut á hjartanu í mér. Ég gat ekki látið hann fara neitt, þannig ég bara með hann. En sambúðin hefur þó ekki gengið áfallalaust fyrir sig. Fyrstu mánuðina skemmdi hann töluvert heima. Hann kláraði alla borðstofustólana og borðstofuborðið og 1 stykki sjónvarp svona áður en ég svona lærði á hann og hann lærði hvað má og hvað má ekki. Og frændurnir á köflum skrafhreifnir. Þangað? Hvert viltu fara þangað? Þeir kunna vel yfir 400 orð og kunna meira að segja stuttar setningar. Og þeir í rauninni eru ekki að apa upp bara einhver orð og endurtaka þau, heldur þeir eru að nota tungumál til að tjá sig. Og svo ef þeir eru byrjaðir að borða eitthvað sem maður svona kannski að gefa þeim að gafli eða úr skeiði eða eitthvað, að ef þeim finnst þetta gott og vilja meira, þá segja þeir meira. Meira! Þetta svangur, Logi. Auk starfa sinna í dýraríkinu hafa frændurnir komið fram í auglýsingum og tekið þátt í ýmsum uppákomum og fóstir þeirra segir að velgengni og vinsældir hafi lítt stigið þeim til höfuðs þrátt fyrir að þeir eigi stóran hóp aðdáenda. Gríðarlega marga og það meira að segja fólk sem á leið hjá sem að jafnvel á ekki einu sinni gæludýr sem kemur samt í heimsókn að heilsa upp á þá. Reykjavík Trail utanvegarhlaup sem haldið í fyrsta sinn í kvöld. Hlaupararnir eru nýlaðir af stað og rásmarkið Ástrós Signíðardóttir, fréttamaður. Já, hér við gömlu rafstöðun í Elliðaárdalnum eru hátt í 200 hlauparar að leggja af stað í ýmist 15 eða 25 km hlaup Elliðaárdalinn, Rauðhóla og Heiðmörk. Markmið skipuleggjenda einmitt að kynna ævintýralegar hlaupaleiðir í nágrenni Reykjavíkur fyrir hlaupurum. Og hjá mér einn þeirra, Einar Bárðarsson. Einar, við sjáum bæði fjölskyldur og þaulreynda hlaupara að leggja hérna af stað. Já, þetta nefnilega frábært tækifæri fyrir alla fjölskylduna að koma saman. Við erum að bjóða upp á 5, 15 og 25 eins og nefndur á hann. Þannig að núna bara fullt af fjölskyldufólki að leggja af stað og ætla að taka Elliðaárdalshringinn saman, bara í góðum fíling og skemmtilegu veðri. Er það öðruvísi áskorun að halda utanvegarhlaup í borginni en fyrir utan hana? Já, við erum nú ýmsu vön og eitt svona flóknasta verkefni sem við erum með Helgill Últra sem nú eitt af stærstu utanvegarhlaupum ársins og Laugaveginum nýlokið. Á þessum stöðum viðbúnaður bæði fyrir viðbragðsaðila og bara allt utanumhald og þjónustu við hlaup bara mjög flókið. En hérna þegar maður svona í það sem við kallum græni kræin hérna utan borgina og getum hlaupið út úr borgarmörkunum inn í Heiðmörkinu og Rauðhóla og svona, þá það miklu léttara. En svo bara að fá fólk til að fatta hvað þetta eru óbúslega fallega leiðir inn í kring Og þið ætlaði að sýna hérna HM undanúrslitaleikin á stóru tjaldi. Áttu vona að fólk flýti sér í mark til að sjá leikinn? Já, við ákváðum það í ljósið þess að þessi stórleikur fer fram núna. Þá ekkert hægt að stríða við hann. Við fengum það ekki til að færa leikinn, sko. Þannig að við erum bara með vagn frá bæjarins bestu og Coca-Cola og alls konar luxusvarning. Þannig að þegar þú kemur í mark þá getur þú bara hort á restina af leiknum, sko. Þannig að við erum með öllu búin hérna. Glæsilegt. Við ætlum að fara að hleypa 5 km hlaupurunum af stað og óskum öllum bara góðrar skemmtunar. Takk fyrir það, Ástrós, og þá skulum við sjá hvernig viðrar á hlaupara og aðra.
Já, komið sæl. Við erum með lægð hér suðvestur af landinu og hæð hér suðaustur af og stíf sunnanátt hér á milli yfir landinu og að herða og vind til morguns. Það sem gerast þegar lægðin nú svona mestarviti hjá á morgun það að loftþrýstingur mun fara fljótt hækkandi því að lægðarmiðjan er að leita hér hæðarmiðjan er að leita hér til vesturs og verður stödd hér suður af landi þá annað kvöld. En það er lítt loft að streyma hér til norðurs yfir landi og loftmassi verður hvað hlýjastur þegar líður á nóttina. Kólnar síðan svona heldur í háloftunum hér yfir þegar líður á morgundaginn. Það er reyndar bara tímabundið, það er hlýtt loft í námunda við landið næstu daga. Og á nærsviðinu þá sjáum við að það er úrkomusvæði hér vestur af og við tökum eftir því að það birtast hér viðvaranir, gular vindaviðvaranir fyrst við Breiðafjörð og síðan mér á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra og á Hálendinu og það verður, ég má segja þessi ótryggt að ferðast með hjólhýsi og aðra ferðavagna þegar líður á morgundaginn. Því að vindhviður geta verið að ná 30 metrum á sekúndu. Og þetta á við í rauninni bæði norðan heiða og sumstan svona staðbundið hér sunnan til. Þetta er staðan klukkan 14 á morgun. Sjáum við það er skýjað á sunnan og vesturlands bjart á norðausturhorninu og verður dálítið fróðlegt að sjá hverju hitatölunar munu ná miklum hæðum þar. Gætu farið að nálgast 30 stigin. En öllu lægri í öðrum landshlutum og bendi hér á þessa vindur sem það sýni ég 30 plus. Þetta er svona kviðumættið víða norðan til á landinu á morgun, þar sem vindur stendur af fjöllum. Eins og segi þá ákveða áhættu að vera að ferðast með hjólhýsi og aðra vagnar sem taka svo mikið vind en það dregur nú úr svo öllu saman loftþrýstingur fer hækkandi þegar líður þá á morgundaginn og fimmtudaginn en tiltölulega þungt yfir miðjan dag á fimmtudaginn eins og við sjáum hér og hitatölur svona hafa eitthvað farið lækkandi af þeim sökum en síðan léttir aftur til hjá okkur þegar líður á fimmtudaginn vindátt orðin vestlægari og á föstudag er nú orðið svona tiltölulega bjart veður víða land og það sé nú kannski síst hér vestanlands en það gæti þó svona rofa til í þessu hjá okkur allan að tímabundið á föstudaginn og svipur staða síðan upp á teiningnum þegar komið inn á helgina en við skulum setja gott að verið sæl. Þá skulum við renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Vel á annað 100 börn í fóstri og heimilum sem ekki hafa tilskilin leyfi. Forstjóri Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála segir hægt að bæta þjónustu við börnin til muna. Margir sem mistu heimili sín í jarðskjálftunum í Venesúela hafast við í tjöldum við rústir húsa sinna. Þeir lifa í þeirri von að ástunir þeirra finnist svo hægt verði að jarða þá. 100 vinnuvélar sem keyptar í kínverskum netverslunum og fluttar hingað til lands standast ekki öryggiskröfur að mati vinnueftirlitsins. Hópur manna segist beittur ólögmætum viðskiptahindrunum. Grænlendingar mótmæltu í gær áformum bandarísks fyrirtækis olíuboranir við austurströnd landsins. Sveitarstjórnarmaður segir að Grænland verði ekki bensínstöð fyrir Bandaríkin. Fiðraðir frændur sem starfa í dýraríkinu njóta hylli þrátt fyrir hrekki, sóðaskap og kvenfyrirlitningu. Þeir eiga marga aðdáendur og hafa komið nokkuð víða við í atvinnulífinu. Þessum fréttatíma að ljúka og nú tekur fótboltinn við. Brátt skýrist hvort Frakkar eða Spánverjar komast áfram á HM. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna á ruv.is allan sólarhringinn. Við þökkum ykkur samfylgdina, verið sæl. Málmiðjan breytir leiknum. Hágæðastálklæðningar og áfellur sérframleiddar fyrir íslenskar aðstæður. Stálheiðarleg opnunartilboð. Málmiðjan.is. Próteinsnakki frá Nano inniheldur 21% prótein. Snakkaðu betur. Próteinsnakk frá Nano. Undir yfirborðinu er orka.